Komið sæl og hjartanlega velkomin hérna í Laugardalinn. Ég veit að það er mikið að gera þessa dagana, þannig að bara takk fyrir að gefa tíma. Og ég vildi byrja á að nefna að formaður afreksnefndar Ragnar Baldursson fórfalla eftir morgun. Hann ætlaði að vera með svona nokkur orð til að byrja. En ég tek við á honum og hann skilaði kveðju á fundinn. En ég ætlaði bara að byrja á að varpa einni glæru sem sýnir hvernig afreksnefnd GSÍ lítur út. Þetta nefnd sem búin að vera mjög öflug núna í mína tíð og hefur styrst verulega. Og við erum með 3 stjórnarmenn GSÍ sem hafa gert frábæra hluti á undanförnum árum að berjast fyrir hagsmunum afrekskylfinga og það hefur svo sannarlega skilað sér. Við erum einnig með mikla reynslu í þessum hópi, þannig að ég persónulega mjög þakklátur fyrir stuðninginn og það vil koma fram bæði þakklæti til þessara einstaklinga sem skila svo sannarlega miklu til okkar. Ég ætla að rýna aðeins bara í mjög stuttu máli þessar breytingar sem voru gerðar, eða breytingar þessar kannski svona uppfærða stefna golfsambandsins sem var sett á laggirnar núna í nóvember. Við veit að mörg eitthvað voru á golfþingi þar sem þetta var kynnt og einnig á stefnumótunar eigi. Bara svona til að, ég ætla ekki að fara í þetta í einhverju smáatriðum, ég vildi bara varpa þessu fram. Þetta eru línurnar sem að afreksnefndin er að vinna eftir og þar að leiðandi við sem störfum í afreksmálum og að fylgja þessum línum. En þið getið fundið þetta á bara heimasíðu golfsambandsins og golf.is, það bara í valmyndina vinstra megin í útgefið efni og í stefna. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta, kannski svona setur marga á þeim hlutum í samhengi sem ég kynni fyrir. En svona í grófum dráttum að þá snýst stefna okkar við erum með mjög háleit markmið og við svona okkar stærsta markmið og svona það sem þetta gengur út á að koma kylfingum okkar á stærsta svið, komast á PGA-túr, LPGA-túr, koma kylfingum á Ólympíuleikana og okkar starf miðar svolítið að ná þeim markmið. Og ég held að séu mjög mörg svona samlegðar áhrif að setja þessi markmið í fararbroddi, að við munum þar að leiðandi ná mörgum öðrum markmiðum í leiðin sem munum skila sér mikið fyrir okkar kylfinga, klúbba og bara svona lífstíðar mikilvæga hlekki í golfhreyfingu. En allt svona starfið gengur út á þetta og með mun meiri áherslu en við höfum oft á svona tíðum áður gert að fókusa á þessu þætti. Við erum með smá skjal sem tekur þetta aðeins kannski svona ítarlegra hverjar áherslurnar eru í stefnunni. Við endilega kíkja á þetta við tækifæri. Svo afreksnefndin að vinna eftir þessu skjali. Ég ætla ekki að fara í gegnum þetta, en ég vildi bara svona sýna hvernig þetta er unnið. Svona er þetta unnið hjá öllum nefndum golfsambandsins og ég er mjög ánægður með þessar línur. Sumar snúa meira kannski svona daglegum rekstri eða daglegu starfi. Önnur eru kannski meira svona mjög stór verkefni þar sem við erum að vinna svona jafnt og þétt í, til dæmis þjóðarleikvangurinn, að koma því svona inn í kosmósið og við byrjum að því núna í nóvember á golfþingi og það hafa verið haldnir margir fundir og maður veit þetta mikið umræði núna í aðdraganda kosninganna. Það allir að reyna að taka málstað með golfvöllunum og ná sér í atkvæði. En þetta skiptir okkar kylfinga miklu máli og sérstaklega við erum að tala um okkar fremstu kylfinga. Við erum algjörlega háðir golfklúbunum og velvild þeirra að taka mót okkur. Við erum ekki með aðstöðu og við viljum blanda okkur inn í sömu umræðu og aðrar íþróttagreinar, gera sama tilkall til að eiga þjóðarhöll eða þjóðarhöll og erum með svona komin aðeins í stað með þetta og þetta er eitthvað sem mun að sjálfsögðu taka tíma en mikilvægt að við höldum þessu á lofti. Þetta er svona hlutur
afreksnefndar að halda þessu hátt. Svo eru með aðra þætti hérna sem til dæmis ráðning starfsmanns á afrekssviði. Það hérna eitthvað sem hefur átt bara frekar langan aðdraganda. Að það búið að vera svolítið í dágóða stund, erfitt að sinna öllum verkefnum. Við höfum stöðugt verið að bæta við verkefnum, en það komið kannski svona svolítið flauskál sem ég reyna að hlúa öllum þessum verkefnum, eða hlúa vel að öllum verkefnum. Þannig að fá inn nýjan starfsmann mjög mikilvægt og formulega að bjóða andra velkomin. Og við erum báðir með mjög mikla ástríðu fyrir þessu og hlökkum mikið til að taka samtölum við ykkur og vinna með ykkur, og það í rauninni það sem ég upplifði sem hefur kannski bitnað mest á öllu þessu álagi að halda utan alla þessa bolta. Það hefur kannski bitnað mest á bara svona samskiptum við klúbba og þjálfara, hæfileikamótun, koma með svona kannski almennar leiðbeiningar til klúbba og svona styðja betur við starfið sem í gangi hjá klúbbanum. Að þetta eitthvað sem okkur langar að gera betur og stór þáttur í þessari ráðningu að styrkja þetta. Við munum byrja, við erum alltaf að fara beint inn í bara svona high season núna. Þannig að við erum ekki að koma kannski með einhverja flugeldasýningu og segja svona alltaf þetta. Við fyrst að taka samtölin og eðlilega ráðlega mikið í sumar. Við erum kannski svona smá óhefðbundið sumar, svona í þokkabót. Andri með nokkra svona ráðstafanir sem hann þarf að klára. Hann hefur náttúrulega frekar hratt upp hjá honum og ég á honum vatni í næsta mánuði. Þannig að ég mun aðeins detta út í smá tíma í sumar og verð svona aðeins að mixa þetta saman. En þetta hugsað til langs tíma. Það einn að bíða á online. Voruð þið með eitthvað? Við erum ekki með online. Nei, ok. Svo erum við að bíða ykkur. En við erum með þetta á upptöku, þannig að við getum sagt það. Já, en sem sagt við erum að hugsa þetta til langs tíma, þannig að við munum stefna því að reyna að vera duglegir að taka samtölin við ykkur og safna upplýsingum núna í sumar samhliða öllu starfinu. Við munum hittast mikið og svona í kjölfarið kannski svona uppfæra okkar aðgerðaráætlun og þróa hana áfram. Það er að segja, við erum með stefnuna mjög skýra, við erum stöðugt að uppfæra hvernig við ætlum að ná þessum áleitu markmiðum og það gerum við bara í samvinnu við sjálfsögðu. En já, við erum allavega að fókast aðeins nær því sem aðrar þjóðir eru að gera og samhliða því erum við líka að duga rosalega vel á áherslum okkar. Við getum ekki verið að gera hlutina nákvæmlega eins og aðrar þjóðir sem eru með miklu fleiri starfsmenn og miklu meira fjármagn. Þá þurfum við að vera svolítið klókir hvernig við strategíum. En þetta er rosalega stórt og mikilvægt. Þetta plagg bjó ég til fyrir einhverjum 2 árum eða svo og kynnti held ég á þar síðasta golfþingi. Við settum þetta inn í stefnuna núna í sem sagt afreksmálapakkann. Þetta er svona myndræn framsetning á þeim áherslum sem við erum að vinna eftir í afreksmálum og ég er búinn að fara í gegnum í rauninni svona þessa línur fyrir allan einhver ykkar en ég veit að nýja allir þannig að fara svona í grófum dráttum yfir hvernig við tekjum þetta upp. Við erum að skipta bara kylfingunum okkar upp í bara svona mismunandi fasa á þeirra ferli og ef við byrjum á yngsta hópnum 14 ára yngri þá erum við að reyna að tryggja það að við séum að forðast svona snembúna afreksfæðingu og mikla sérhæfingu. Við viljum hvetja krakkana til að vera í fleiri íþróttagreinum og hafa svolítið svona breiðan bröst. Við viljum leggja áherslu á grunninn. Þetta er tíminn þar sem að kylfingarnir eru svona mest móttækilegir fyrir að setja þá í góða stöðu fyrir framtíðina. Það er auðveldast að hafa áhrif á tæknina fyrir framtíðina og við viljum að sé lögð mikil áhersla á þennan grunn. Einnig með breiddina. Við viljum að það sé mikil áhersla lögð á breiddina. Ég tók einhverja rannsókn fyrir 2 árum á íslenskum kylfingum. Það var bara nánast engin fylgni á milli hversu góður þú varst 14 ára og hvaða árangur þú náðir í framtíðinni. Það er að segja, með öðrum orðum, þú gast alveg verið með kylfing sem var með 28 í forgjöf og var Íslandsmeistari rúmlega 20, alveg til jafns við kylfing sem var með 4 í forgjöf.
Við vitum að það er mikið að gerast á þessum tíma og við viljum reyna að styðja sem best við krakkana og leggja áherslu á breiddina. Við höfum aðeins verið að svona hræra í mótihaldinu og það er eitthvað sem við verðum að halda áfram að gera. Kannski sem maður reyndi að leggja áherslu á að draga aðeins úr áherslunum að eins og ég nefndi á golfþinginu fyrir rúmum 2 árum að við höfum svolítið verið að spegla mótafyrirkomulag fullorðinna niður í yngstu börnin og þó að við viljum að sjálfsögðu að krakkarnir séu að spila mikið í einstaklingslega og í höggleik, þá viljum við ekki eingöngu að það sé tilfelli. Þannig að við svona aðeins að opna þetta, reyna aðeins að draga úr kannski svona þessum stífu árangurs viðmiðum og reyna svona að horfa aðeins svona heildstæðar á þetta. En þetta teljum við vera rosalega mikilvægan þátt í því að byggja upp fyrir næsta fasa. Og hérna fyrir nánast eingöngu starf klúbbanna fram, grassrótastarfið, en við teljum mikilvægt að GSI komi aðeins inn og styðji þarna við. Komi kannski með svona leiðbeinandi eða svona að reyna að draga saman hvað klúbbarnir eru að gera og finna kannski best practice og styðja við þetta starf. En þegar við förum inn í næsta fasa þá förum við mjög svona hratt inn í afreksvæðingu og það er í rauninni erfitt að koma í veg fyrir það að gerist frekar hratt. En við förum í mikinn stuðning fyrir fremstu kylfingana á þessum aldri, það er að segja kylfingar sem eru í landsliðshópnum og við viljum leggja áherslu á mikla mótaþátttöku á Íslandi, þátttöku í alþjóðlegum mótum og það sem er svona einn stærsti þáttur í þessu er undirbúningur fyrir háskóla. Það sem við höfum gert í gegnum tíðina, það hafa langflestir farið í háskólagolf af okkar kylfingum í þessu aldursbili, en við höfum nú að lítið verið að svona opinberlega tala að þetta sé leiðin. Að stýra öllum svona markvisst í þessa leið. Og þetta er rosalega stór breyting sem við höfum gert undanfarin á. Að markvisst tala þetta, að þetta sé bara einfaldlega langbesta leið. Og það byggjum við bara á staðreyndum og gögnum að við verðum einfaldlega að gera það sem að gefa okkur langmestu líkurnar á að komast á PGA-túrinn eða LPGA-túrinn og þetta er svo leið. Það er rosalega erfitt að matcha virðið sem þú færð út úr háskólagolfi. Þannig að frekar en að finna aðrar lausnir eða bjóða upp á aðrar lausnir, þá ætlum við að reyna að sníða allt okkar starf sem miðar að því að fara þessa leið. Og enn og aftur, þetta tala saman við okkar stærsta markmið sem er að koma kylfingum á fremsta stað. Við erum alveg meðvituð að við getum búið til frábæra kylfingar sem eru mikilvægar fyrir hreyfinguna. Ef við ætlum að koma kylfingum og PGA og LPGA, þá er þetta bara. Bara því svona til staðfestingar, ég vildi bara sýna ykkur ég teiknaði þessa mynd hérna fyrir 2 árum, þá tók ég saman 48 kylfingar. Það er að segja, tók hérna Solheim Cup og Ryder Cup árið 2023, bara til að átta mig á því hvar þessir kylfingar stóðu þegar að þeir voru í áhugamennsku. Og við sjáum það mjög skýrt hérna að flestir eru að koma úr háskólagolfinu og hafa einnig verið gerðar rannsóknir sem sýna að það er rosalega sterk fylgni á milli árangurs í áhugamennsku og árangurs í atvinnumennsku. Það er gott að líta kannski á heimslista áhugakylfinga og heimslista atvinnukylfinga. Það var sem rannsóknin gekk út á að bera það saman. En við vitum svona ef við ætlum að komast á þennan stærsta sigur, ég er ekki að endilega við þurfum að fara á Ryder-bikarinn, það sé vissulega, að þá vitum við að við þurfum að fókusa á árangur í áhugamennsku. Og ég held að ég hafi séð að nánast allir fóru þessa leið. Nema þeir sem að voru einfaldlega kominir það framalega, það snemma, slepptu háskóla. Þannig að ef við að sjálfsögðu erum með kylfing sem er 15 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára og er framúrskarandi á heimsvísu, þá er í lagi að segja, ég fer bara beint á túrinn. Það var það sem þessi kylfingar gerðu. Lexi Thompson var að spila US Open 12, 13, 14 ára. Charlie Hull var heldur númer 1 í heiminum 16 ára. Sama með Rory, hann var nú á leiðinni í einhverju viðræði við TSU en hann var kominn í 3. sæti á heimslistanum. Sama með
Hjörtur Rós, ég held að hann hafi spilað 17 ára á opna breska. Þetta allt svolítið svona undantekningar. En heilt yfir hafa kylfingar verið að fara þessa leið. Heilt yfir hafa kylfingar verið að koma úr bestu skólum, það er að segja toppskólunum í Bandaríkjunum. Einn og einn sem hefur ekki verið í toppskóla, það svona heyrir til undantekninga. Og það var í rauninni einn kylfingur af öllum þessum kylfingum sem að fór svolítið svona aðal undantekningin, það er Peter Hutton. Hann náði bara 160. sæti á heimslista áhugakylfinga, fór ekki í háskóla og gerðist atvinnu kylfingur tiltölulega snemma og hefur náð mjög góðum árangri. En við viljum veðja á þá leið sem er langlíklegust til árangurs. Og þess vegna erum við að sníða þetta í íslensku verka. Við höfum reynt að teikna þetta upp til að hjálpa kylfingum að skilja mikilvægi þess að komast inn á heimslista áhugakylfinga og komast inn á réttum tíma og erum með ákveðin svona viðmið. Þessi kylfingur hérna, þessi rauða lína, þetta er hann Gulli og hann hefur vissulega verið að fylgja vegferðinni og vel það. Enda er hann kylfingur sem hefur verið fyrir utan öll hans frábæru karaktereinkenni. Þá hefur hann verið með rosalega góðan stuðning og hefur gert hlutina alveg frábærlega í gegnum tíðina og að uppskera samtali því. En það sem ég vildi kannski nefna með hann er að ef hann væri ekki staddur í háskólagólfinu, þá ætti hann ekki möguleika að vera 8. besti kylfingur í heimi. Þetta er núna, en hann hefur hæst náð 8. sæti. Hann hefði ekki getað ef hann hefði ekki farið í háskóla. Af því að hann verður að fá tækifæri að spila í bestu áhugamótum heims. Það er yfir stærsta partin af árinu að finna í háskóla. Man getur ekki fundið það með öðrum leiðum nema að spila á atvinnumannamótum sem er alls ekki sjálfsagt. Og ég tók hérna bara, ég vildi kannski bara sýna ykkur þetta svona, líka varandi hvað hann er að ná þessu snemma. Þetta er hann að ná þessu mjög snemma að vera komin svona hátt upp listan og að setja sig í hóp með kylfingum sem að þetta er staða þeirra þegar þeir voru tvítugur. Og þetta skiptir allt máli að ná þessu snemma, af því að Gulli nú búinn að vera hundeltur af uppáhaldsmönnum og það getur vel verið að hann mun fá aukinn tækifæri sem mun hjálpa honum að ná ennþá lengra þegar hann er kominn á þennan stall á þessum tíma. Þó að við erum auðvitað að tala allt annað sem hann þarf að fylgja með. Þá viljum við bara reyna að hámarka líkurnar fyrir hvern og einn kylfing. Aðeins að bera saman hérna í háskólagólfinu ástæðan fyrir að við leggjum svo mikla áherslu á að koma fleiri kylfingum í svona topp prógram. Er að Gulli, hann ætti ekki möguleika að vera kominn í 8. sæti á heimslistanum ef hann væri ekki í topp prógram. Þannig að ef ég ber saman þessar 3 skóla sem að Gulli, Veigar og Tom er í, ekki pæla mikið í svona punktstöðinni, þar að segja hvar þeir eru staddir í dag. RTSU er til dæmis mjög neðarlega miðað við svona meðaltal síðustu ára og þetta getur flörtað mikið. Það er kannski ekki alveg marktækt. Það sem er kannski svolítið marktækt er að skoða styrkleika mótana. Þannig að hérna sjáum við munin á milli öllum mótum sem LSU tekur þátt í, öllum mótum sem að Íslands tekur þátt í og Texas. Og þar er Gulli að spila eingöngu í sterkum mótum. Þannig að öll mótin eru yfir 500 í styrkleika. Þetta virkar þannig á heimslistanum að 1000 er að mesta sem þú getur fengið fyrir mót, 10 er að minnsta. Og skiptir máli ef þú ætlar að vera samkeppnishæfur, að vera sem sterkasta skepsið, þá er hann með þetta tækifæri sem hann er svo sannarlega nýtt. En við viljum koma með þessu stöðu. Það er miklu auðveldara að komast í sterkt prógram, þetta svo bara, ég á ekki heima hérna, og trappa sér niður í lægra prógram en öfugt. Og það eru rosalega mikil samkeppni og mikla kröfur gerðar á kylfingana á þessum aldri, 15, 16, 17, 18, þegar ferlið er í gangi. Þess vegna þurfum við að vera rosalega vel vakandi að koma kylfingunum í sem besta skóla, í sem besta styrk, til að kaupa okkur tíma. Þannig að við höfum meiri tíma að þróa leikmennina, samhliða því að þau eru með aukinn tækifæri. Þannig að eitt og sér skiptir það engu máli að koma í topp prógram ef við gerum ekki aðra hluti. En við verðum að gefa okkur tækifæri, af því að þetta er svo brútal 16-17 ára hvernig þetta virkar. Ég ætla aðeins að fara yfir hérna aftur, eða bakka aðeins í 15 til 18 ára úr háskólagólfinu, að
þá höfum við verið að reyna að nýta okkar resursa aðeins betur og við höfum farið í svona mikla breytingar á landsliðsstarfinu á undanförnum árum. Og til að mynda varðandi bara landsliðshópinn að þá hefur hann breyst mikið á undanförnum árum og hvernig við erum að setja þetta upp að við erum að reyna að horfa til þess að vera með mjög marga kylfinga í landsliðshóp á aldrinum 15, 16, 17 ára. Þannig það í dag. Það eru flestir í landsliðshópnum á þessum aldri. Við viljum vera með mjög fáa sem eru eldri. Og við viljum horfa á, eða svona það okkar sýn, að þú sért ekki í landsliðshóp nema þú sért á raunhæfri vegferð í átt að BG eða FBA. Og eins og staðan í dag, af því að við höfum kannski ekki alveg ná að hlúa nógu vel á krökkunum. Þegar þau voru 11, 12, 13, 14 ára, 15, 16, 17, að þá vantar aðeins upp á að við sjáum fyrir okkur að með því að halda þessari vinnu áfram, með að halda áfram að breyta kúrskapnum í landsliðinu, breyta þessum áherslum, að innan þárra ára verðum við komið með ennþá hærri standard í landsliðshópnum sem muni skila sér. En það sem hefur verið kannski svona erfiðast kannski fyrir nokkra kylfinga, við erum með frábæra kylfinga sem eru ekki landsliðshóp og við erum með svolítið svona stórt högg að fara úr því að vera 18 ára yngri í 19 ára eldri. Þessi kylfingar hérna eru að horfa að fara í háskólaleiðina, leið og þeir eru komin í háskóla og við erum svona að missa þau frá okkur í starfið í háskólanum. Þá ætlum við að vera mjög brútal að síja út til að geta sett meira effort á færri kylfingar, þannig að það skilir sig betur. Þannig að við erum í dag með 19 ára kylfingar sem að fengu svo lítinn skell, af því að sögulega séð hafa þau alltaf verið í landsliðshóp. En núna nú voru það ekki valin og þetta svona kannski sem sýnir þetta aðeins. Þegar ég kem inn í starfið fyrir 7 árum, það voru 60 kylfingar í landsliðshóp. Og það eru 60 kylfingar í landsliðshóp og miklu minna fjármagn og miklu svona minna skipulag eða stöðuleik. Þannig að það var í rauninni svona mjög óljóst fyrir kylfinga svona hvað var framundan. Það voru ekki svona reglulegar æfingar og það var svolítið handahófslegt. Núna erum við búin að búa til miklu meiri svona fyrirsjáanleika, þó að það sé alltaf erfitt. ISI til dæmis ekki hjálpa okkur með að vera stöðugt að breyta sínum verkefnum. Þannig að við erum alltaf að aðlaga okkur til að þóknast eyrnamerkingu í styrkjum úr afrekssjóði. Við erum alltaf að reyna að hámarka nýtingu á fjármagninu, þannig að það skilir sér sem mest til okkar kylfinga. En það sem við erum að reyna að gera, við erum að reyna að auka þennan fyrirsjáanleika þannig að kylfingar vita aðferðir með að búast. Þannig að kylfingarnir sem eru 18 ára í dag, þau vita að það er mikil pressa á þeim að taka næsta skref, annars eru þau ekki í landsliðshóp. En já, þannig að þetta er svona áherslun okkar í landsliðsstarfinu, varðandi uppsetninguna. Svo vildi ég nefna eitt varðandi heimslista áhuga kylfinga. Þetta er ég er búinn að sökkva mér alveg ofan í þennan lista á undanförnum árum og reynt að koma með ráðleggingar til leikmanna hvaða mót þau að taka, hvað þau að sleppa, hvenær þau að taka og hvenær ekki. Þetta getur verið svolítið flókið og af því að það sem að virkar rökrétt við heimslistan er í rauninni ekki að skila sér í hvernig hann virkar í raun og veru. Og það er svolítið erfitt að selja þetta, en það sem að ég held að sé mjög mikilvægt er að fræða kylfinga, þjálfara, foreldra, hvernig þetta virkar, hvernig við hámörkum stöðu okkar á heimslista á réttum tíma. Því það hefur rosalega mikil áhrif fyrir háskólafélagið. Að við séum að gera þetta mjög strategískt og mér langaði bara að sýna ykkur hversu sérstakur þessi listi er samsettur. Og ég tók saman fyrir sigur í svona lélegustu mótunum. Það fáum við alla jafna 7,5 stig. Fyrir veikustu mótin. Það er 25 stig fyrir sigur í sterkasta móti, það er mót sem er 1000 í styrkleika stuðulega power. Það færðu 25 stig, fyrir lélegustu mótin færðu 7,5 stig. VAK er alltaf að breyta svona sínum kriteríum. Ég er alltaf að bíða eftir nú kemur þessi stóra breyting. Ég er að bíða eftir, loksins laga þennan lista. En breytingarnir eru alltaf rosalega litlar. Það er alltaf verið að breyta væginu í allar áttir. Það hefur aldrei neinn alvöru áhrif á okkar
okkar strategi. En fyrir annað sætið á GSI mótaröðinni, þá kylfingar jafn mörg stig og fyrsta sætið á úlingamótaröðinni. En við vitum augljóslega að það er miklu erfiðara að ná öðru sætið á GSI en fyrsta sætið á úlingamótaröðinni. Og koll að kolli, þriðja sætið versus þriðja sætið. Og við sjáum hvað þetta er absúrt þegar við berum þetta saman við Nordic League og Challenge. Fjórða sæti og tíunda sæti, jafngildi sigri á úlingamótaröðinni. Þetta er rökrétt. Þess vegna er svo mikilvægt þegar við veljum mót að við séum ekki að gera það út frá ég ætla að fara í einn sterkt mót og ég mögulega kemst í, þá myndum við að setja spurningum en hvað er markmið? Er markmiðið þetta að komast í sem besta háskóla? Er markmiðið þetta að komast í sem sterkasta áhugamannamót í heimi? Viltu fara að opna breska í sumar? Ekki taka þátt í þessu móti. Þér verður refsað fyrir. Og það var einn íslenskur kylfingur sem var bara mjög gott dæmi núna bara í síðasta mánuði. Hann tók 3 mót á Nordic League. Hann hrapaði niður 380 sæti. Og ég fullyrði það, ef hann tæki sömu framistöðu í Global Junior móti, þá hefði hann hægt. Þetta er það mikill munur. Þess vegna þurfum við að vera meðvituð hvaða mót við ráðleggjum kylfingum okkar að taka þátt í. Ég segi engum kylfingum, þú átt að taka þátt í þessu. Ég vil reyna að fræða þá eins vel og ég get saman með eitthvað þjálfara. Þegar við erum að stilla upp mótadagskrá á kylfingu okkar, þá verðum við að hafa þetta í huga. Ég vil líka hafa þetta í huga til að hafa áhrif á hvernig við búum til okkar mótadagskrá. Ég vil að við séum með þessi flest mót á úlingamótaröðinni. Því að það hjálpar okkar kylfingum í stigasöfnum, sem hjálpar þeim að komast í háskóla og kolla kolli. Þannig að ef ég fekk að ráða þá væri úlingamótin 9. Við myndum dreifa þeim yfir sísonið. Og af því að stigasöfnum fyrir GSI mótaröðina skiptir miklu minna máli. Það er miklu færri að spila á GSI mótaröðinni sem að pæla í stigum á heimslistum. Þess vegna þurfum við aðeins að skoða hvernig við getum hámarkað. Bara ein glæra til að sýna ykkur hvað þetta getur verið skakt. Að ef að þið fengið að ráða í dag hvort móti þið myndu taka úr stigasöfnum, þá myndu þið væntanlega að velja að opna breska pilta þar sem eingöngu eru kylfingar undir 18 ára. Það gildir hærra á heimslistanum en mót á Nordic League. Þetta er rosalega áhugavert og eitthvað sem við verðum að hafa í huga. Við höfum lagt rosalega mikla áherslu á þátttöku á Global Junior mótaröðinni. Það eru rosalega mörg mót á mótaröðinni og mörg af þeim eru tiltölulega veik. Það er ekki með háan styrkleikastöðu eins og þið sjá hér. Við erum með 20 íslenska sigurvegara á mótaröðinni á undanförnum 4 árum. Og þetta hefur allt mikla þýðingu fyrir kylfingar. Og bara sem eitt dæmi, að þá var Gulli, við sáum hann í veggferðinni á hann, hvernig hann fór hérna upp og niður listan. Hann var að reyna að hámarka stöðu sína heimslistanum með því að vinna fullt af mótum. Hann vann 6 mót hérna á Íslandi árið 2022. Það gaf honum tækifæri að spila í öllum sterkustu mótunum árið eftir. Hann hrapaði 800 sæti á heimslistanum. Þrátt fyrir að bæta allar forsendur. Bara alveg saman hvort voru meðalskor, forgjöf, allar mælingar, hann bætti sig öll. En hrapaði 800 sæti. Svona virkar heimslistanum. En það skipti ekki máli að því að hann var komið það langt í háskólaferlinni að þá virkaði það fyrir hann að spila í öllum sterkustu mótunum fyrir framan þjálfara til að sýna sig á stóra sviðinu. En árið 2004, þegar hann var í rauninni kominn þetta langt í háskólaferli, bara búinn að klára þetta, þá var hann 1100 á heimslistanum. Hann var ekki að fara að komast inn í opna breska þetta sama ár. Og hann var náttúrulega að spila frábærlega á þessu tíma, búinn að bæta þessi þvílíkt. Og þetta var svona byrjunin á hans uppskrifu, átti náttúrulega svakalega langt tímabil sem hann var að uppskrifa. En þarna þurfti hann að fara að finna sér mót og vinna sér upp heimslistan. Þá var algjör no-brainer að fara í Global Junior mót, þar sem hann var sigurstráklegasti. Vann bæði mótin, upp 300 sæti, komst inn á opna breska þar sem hann féll og leik í 16 mínútur. Þannig að þetta er bæði að reyna að komast inn í háskóla og líka til að skoða hvar eru mestu möguleikarnir mínir að komast í sterkustu móti. Ég vildi sýna ykkur aðeins bara hvernig svona dæmi landsliðskylfing, hvernig mótadagsskráin og svona verkefnin líta út. Ég tók hérna stúlku sem dæmi, svona miðað við stúlku kannski sem er ein af 3 bestu hérna í þessum aldursflokki. Að
þá gengur þetta er svona dæmi kylfing sem er að reyna að hámarka stöðu sína á heimslistanum, þá er að leggja áherslu á Global Junior mót og mót á unglingamótaröðinni. Þegar við gerum undantekningu frá reglunni, þá verður það helst að vera mjög góð og gild ástæða fyrir. Eins og til dæmis að taka þátt í Íslandsmótinu í holukeppni og Íslandsmótinu í völlleik. En svona venjulegt stigamót, það er ekki sniðugt, af því að þið verður refsa fyrir það. Þó að powermunurinn sé lítill í stúlknaflokki, það er mikill meiri í karlaflokki. Það er lítill powermunur á mótunum, en í raun og veru er munurinn miklu meiri, því að það koma inn atvinnukylfingar eða sterkari kylfingar sem eru ekki með stöðu á heimslistanum og eru nobodies, gagnvart þar, hafa engin áhrif á powerinn. En við vitum að þeir eru flottir kylfingar og munu ýta þeir í að enda í 7. sæti og tapti og sami árangur á unglingamótaröðinni myndi gefa þér. Eru þetta einhver rök fyrir bara íslenski atvinnumenn bara ekki að spila PSI? Ég frekar vætti bara að aðlaga okkur að því. Ég held að það er of langt skref heilt yfir, en ég held að það væri bara langsniðust að við beinum okkar kylfingum og spila unglingamótaröðinni einbyrðið sem stig og setjum aðra áherslur í GSI-mótaröðinni. En hérna er ég með mót með undantekningum og undantekningarna eru til dæmis stúlkna, þú fær gefið stig fyrir að mæta í þetta er þessi liðakeppni, þú færð stig bara fyrir að mæta, það var ekki það. Það er frábært. Svo erum við með 2 mót hérna, það er opnum breska stúlkna og HM stúlkna. Þetta eru mótin sem að skipta miklu máli að komast í þessi mót. Og þarna eru háskólaþjálfarnir mættir að fylgjast með. Og og þetta er það sem við höfum lagt mikla áherslu á að hámarka stöðuna en samtímis taka mót sem skipta virkilega máli. Þjálfarar á staðnum, þá er það augljóslega mikið benefit fyrir kylfinguna. En til að komast í þessi mót, þá verðum við að huga heimslistanum. Þetta helst allt í henni. En bara til að sýna ykkur aðeins hvað hefur breyst í landsliðshópnum á undanförnum árum, þá höfum við alltaf svona stöðugt verið að bæta ofan í skref. Við höfum ekki verið að taka einhverja svona kúvendingu, við höfum verið að bæta alltaf jafnt og þétt. Við byrjuðum svolítið hérna á æfingaferð fyrir EM. Þetta var eitthvað sem ég tók allan með mér svona að minni reynslu sem landsliðskylfingur á árum áður. Maður var alltaf að fara kaldur inn í mót. Maður var alltaf að koma út úr íslenskum aðstæðum beint í Evrópumót og maður fór í mótið mjög peppaður og það gekk yfirleitt bara svona eins og það gekk og svo svona þegar mótið var að klárast þá svona var maður loksins byrjar að finna touchið á flötum. Og það sem við lögðum mikla áherslu á er að fara í stutta æfingaferð fyrir hvert EM til að hjálpa kylfingunum að verða kylfingar. Og við byrjum á þessu 2022 þegar við fórum til Frakklands, fórum svo næstu 2 ár til Þýskalands og höfum svo síðustu 2 ár verið æfingatækistöð enska landsliðsins á úthaldsfór. Þannig að við höfum verið bæði að svona bæta þessar æfingaferðir og þetta skiptir miklu máli fyrir okkur bæði sem undirbúningur fyrir næsta mót og líka mikilvægur tími með okkar kylfingum. Árið eftir 2023 þá byrjuðum við að fara í árlega æfingaferð í janúar. Fórum við fyrstu 2 árin á Hacienda og núna síðustu 2 ár á La Finca. Það er sama, við höfum alltaf verið að gefa aðeins í. Við byrjuðum á Hacienda og svo fórum við smá uppgrip þegar við fórum á La Finca og byrjuðum með vikuferð og erum komin í 10 daga ferð. Við höfum alltaf bætt í. Svo síðustu 2 ár höfum við verið að reyna að koma kylfingunum öllum saman í mót á glóbalmótaröðinni. Þar áður vorum við að styrkja kylfinguna og hvetja þau að fara í mót. En okkur finnst mikilvægt að við séum með þjálfara á staðnum og með ákveðna umgjörð. Þannig að það er vissulega eitthvað sem við viljum gera enn betur. En við erum búin að taka svona fyrsta skrefið í því með því að byrja því fyrra og núna fór allur landsliðshópurinn í bæði verkefni ásamt öðrum kylfingum. Þannig að þetta er svona brot af því sem við höfum leggjast áherslu á. Við höfum verið með að fengið boð í HM stúlkna núna 4 ár í röð og hefur lagt rosalega mikla áherslu á að ná því í gegn af því að þarna eru rosalega mikið að háskólaþjálfurum skiptir miklu máli fyrir stúlkuna. Það er ekki sambærilegt mót í byltaflokki en þetta er allt mót sem við höfum lagt, eða verkefni sem við höfum lagt mikla áherslu á og munum halda áfram að bæta í styrkja þessi verkefni og bæta fyrir því. Þannig að það hefur myndast mjög góð stemning í
í þessum ferðum og við erum stöðugt að finna hversu mikilvægar þessar ferðir eru og erum mjög þakklátt fyrir að fá þetta tækifæri. Og þarna kemur afreksnefnd mjög sterkir með sínar áherslur til stjórnar GSI og mjög þakklátt fyrir það. Ég var með dæmi hérna Kylfing sem er að hámarka sína stöðu og þetta birtingarmyndin þegar við erum búin að hámarka stöðu. Þannig að hérna bara tók ég Perlu sem dæmi árið 2004, þarna var hún komin ofarlega á heimslistan, komin í 300 í heiminum og þarna hafði hún tækifæri að bara velja sitt schedule. Hún spilaði þarna í meðaltali á mótunum 484, það er styrkleikastöðlun eða power og þetta skiptir hana rosalega miklu máli í háskólaferðinni og auðvitað að þróa sinn leik og spila á stærsta sviðinu. Þannig að við viljum að sjálfsögðu að okkar kylfingar sé að spila í eins sterkum mótum og hægt er. Við þurfum bara að gera það með strategískum hætti. Ég ætla að enda á áður en að ég ætla að skipta ykkur upp í hópa og taka svona umræður í lokin. En ég ætla að enda á að setja fókusinn aðeins á 14 ára yngri. Ég var svo sem ekkert búinn að klára alveg vegferðina en byrja á því. En þegar við erum komin á þetta stig í háskólagólfinu þá getum við farið að undirbúa okkur fyrir atvinnumennsku. Ég ætla bara að nefna þennan síðasta punkt að það er eitthvað sem við höfum í rauninni ekki gert í gegnum tíðina. Við höfum ekki sett mikla áherslu á að undirbúa kylfinga okkar fyrir atvinnumennsku. Þetta hefur bara gerst þannig og það eru nokkrir atvinnukylfingar hér inni sem hafa farið þessi vegferð að þú fórst þar í atvinnumennsku og á degi 1 varst bara ok, ég þarf að styrkja þetta. Ég þarf að skipuleggja allt, ég þarf hvar á ég að spila, hvar á ég að keppa. Að við viljum hjálpa kylfingunum að brúa þetta bil. Þannig að þegar þau eru búin að ná góðum árangri í grunninum, í afreksfræðingunni, í háskólagólfinu, við séum stöðugt að hjálpa þeim að milda þetta stökk. Þegar samkeppnin þarna gífurlega hörð. Við teljum að ef við náum að gera þetta með þessum hætti, þá aukum við líkurnar okkar miklu betur að koma þeim gegn þannig að við ná árangri á þetta. En ég ætla að fókusa aðeins á 14 ára yngri og þetta er eitthvað sem maður hefur lengi mjög lengi hlutur sem maður bara hefur einfaldlega ekki komist í að sinna hæfileikamótun, að svona rýna betur í þennan hóp. Og það er eitthvað sem við stefnum að gera núna, setja aðeins meiri fókus hérna. Þetta hefur verið í algjörum forgrunni á undanförnum árum og við erum búin að ná rosalega miklum framförum í landsliðsstarfinu. Þetta verður áfram áherslumál GSI, það er að segja hérna er mesta aðkoman okkar. En við erum einnig meðvituð að við þurfum að skoða aðra þætti og þetta er svona það sem við ætlum aðeins að beina fókusnum að núna. Þarna eru þið algjörir sérfræðingar af því að þið þekkið þetta bak og fyrir og eru í þessu daglega starfi. En við viljum allan að taka kannski samtalinn og fá að kynnast aðeins þessum svona áskorunum sem þið eru að kljást við þarna og munum nýta næstu vikur og mánuði að kynnast þessu aðeins betur þannig að við getum mögulega reynt að halda kannski fyrir næsta vetur og koma kannski með einhver plan eða átak eða hvað sem við viljum kalla það. Reyna að vera bara svolítið samstíga í þessu. Við höfum svona byrjað að fókusa á golfhátíðina. Það er eitthvað sem við höfum reynt að leggja áherslu á. Við reyndum árið 2024 að koma inn í loftið. Það gekk ekki nógu vel. Við vorum með erfiða tímasetningu á viðburðinum og það svona dróst að koma því nógu sterkt í loftið. En það tókst í fyrra. Við vorum inn á Akranesi með einhverja 80 krakka og ég veit að mörg voru þarna á Akranesi í fyrra og ég ætla mér fannst þetta heppnast vel og mér finnst mjög mikilvægt að svona viðburðir, hvort sem golfhátíðin eða eitthvað annað, haldi áfram sem styður við kannski svolítið breyttir í golf-14. En við vorum að opna inn á skráningunum fyrir einhverjum 2 vikum eða viku og hún í gangi, þannig að ég vil hvetja ykkur að koma þessu framfæri til ykkar kylfinga.
Við viljum sjá sem flesta á þessum viðburði á Flúðum 11. til 12. janúar og hvað segirðu? Segja. Sagði janúar. Þetta alls ekki janúar, þetta júní. 11. til 12. júní. En þetta gefur okkur líka mikið tækifæri aðeins til að kynnast svona, já, bara barnastarfinu og hvernig þetta tengist það. Það sem við höfum haft kannski smá svona að vera að velta fyrir okkur sem snýr að aðgengi barna og unglinga að golfvöllum landsins og við höfum vilja rýna aðeins í það og fá að heyra hvernig þetta blasir við ykkur af því að það sem ég tek út úr landsliðshópnum og hefur verið áskorun undanfarin ár er að það skorti svolítið upp á leikskilning hjá krökkum. Þá er ég kannski að bera það við kynslóð sem var þar á undan og ég tel að þetta sé alveg klárlega hluta til rakin til þess að tilvíðin sé að eyða minni tíma á grasi en áður. Við erum að sjálfsögðu með algjöra byltingu í aðstöðu undanfarin ár og að sjálfsögðu er þetta mjög jákvætt. En það sem maður hefur kannski svona smá, eða bara vekur mann svona til umhugsunar, eru krakkar að spila golf nógu mikið? Eru þau að læra leikinn nógu vel? Af því að birtingarmyndin í landsliðshópnum er svona eins og þau séu ekki nógu. Og maður hefur kannski áhyggjur á að ef þessi þróun heldur áfram, erum við að fara að taka við næstu kynslóð landsliðskilninga á enn verri stað en þau eru í dag. Þurfum við að gera eitthvað og þurfum við að aðlaga okkar svona nálgun á sem sagt þjálfun þessara kylfinga. Við tókum saman nýtinguna hjá krökkunum. Það er að segja hversu oft þau eru að skrá sig í rástíma. Þetta er frá árinu í fyrra 2025 og við tökum að þetta er 10 til 18 ára krakkar. Þau eru 10% af golfhreyfingunni en nýta 0,9% af rástímanum. Og við viljum aðeins bara svona fá kannski að heyra eitthvað svona teika á þetta. Þessi birtingarmynd með alls kyns fyrirvörum. Það er að segja við erum auðvitað ekki með móti í þessu. Ef þið eru að blokka rástíma fyrir krakkana þá er það ekki inn í þessum tölum. Auðvitað er þetta mismunandi milli klúbba. Það eru einhverjir nokkrir klúbbar sem eru ekki eins og inn í þessum tölum. Fyrst og fremst út á litli klúbbar út á landi sem eru ekki með rástímaskrána í golfbox. Við sjáum skýrt munstur að krakkarnir eru mest að spila á kvöldin, eða seint á kvöldin og helgar. Mjög lítið á mótnana og stelpur eru mun ragari að skrá sig á rástíma en strákar. Ég held að það sé hollt fyrir okkur að rýna í þetta og ræða og þannig að þetta er svona eitt topic sem ég vildi kasta til ykkar núna í umræðum þegar við skiptum í hópa. Svo er eitt annað sem ég vildi ræða á. Já. Skjóta inn í það. Já. Ég ætla að beina til stjórana. Við þurfum eitthvað miklu meira ótal. Ég er ekki að ásaka eitthvað með að við þurfum íþróttastjóra og afreksnefndina í klúbbanum. Miklu ákveðni. Inn á bókstjórna og með alla þessar hluti, hvort sem það er rástíma fyrir börn. Vellir fyrir unglingamótin. Það er þessi hópur sem þarf að berjast inn á klúbbana. Fyrir þessu, annars gerir það enginn. Og ég hef verið í stöðu íþróttastjóra hjá tveimur stjórum klúbbum hérna heima og það er ekki fólk á bakkinu á framkvæmdastjóranum eins og Hauki hérna eða svo gerist þetta. Því þurfum við bara, mér langar að nefna það í þessu, því ég veit að það bara ræða hluti þessu tengt. Þetta, við verðum að stíga upp fyrir afreksfólk og unglinga og berjast fyrir sína klúbbana. Og það gerir það enginn nema þjálfari, íþróttastjóri eða afreksfólk. Því að yfirleitt er bara stjórnarfólk bara, mjög oft er stjórn golfklúbbs bara meðaldra fólk með 50 fólkjum og það hefur ekkert vit á afreksmálum. Þetta er samt íþróttafélag. Þetta er bara eitthvað sem ég ætla að pitcha inn og létta náttúrulega.
og bara enn aftur með fyrirvarna, þetta mjög mismunandi milli klúbba, þannig að ég veit að þetta blasir mismunandi við ykkur. Ég held að það er bara mjög gaman að svona fá að heyra ykkar áskorunir og hvernig þið eru að leysa þetta. Og það er eitthvað sem við Andri tekið samtölin, svona við höfum gert það heyrt í nokkrum ykkar til að svona forvitnast þetta og það er bara mjög áhugavert að sjá hvernig þið eru að leysa þetta, en ég held að sé hollt fyrir okkur að taka þessar umræður og fá að vita hvernig þið eru hjá öllum. Það kannski getur styrkt okkar stöðu þegar við erum að svona kannski skoða þessa hluti. Svo er annað varðandi aðgengi, þetta var sem partur af okkar stefnu að skoða þetta og þróa lausnir. En við vorum einnig með í stefninu okkar að auka aðgengi landsliðsskilninga á golfvöllum landsins. Og þetta var, við vorum að undirbúa tillögu til golfþings sem að við fékk svona ekki góðar móttökur þegar hún var kynnt, þannig að hún var dregin tilbaka. En það sem við vildum gera á golfþingi var að reyna að útskýra mikilvægi þess að landsliðsskilningar fengju aukið aðgengi á golfvöllum landsins. Við viljum hafa hvata fyrir okkar bestu kylfinga að spila mismunandi velli. Við vitum að þetta er að mörgu leyti táknrænt, það er að segja álagið á þessu krakkar, bara mótalega séð og allir æfingarhringir, allar æfingar, þetta er ekki að fara að taka stóran part af rástímum, en ég held að þetta séu svolítið líka skilaboðin sem við erum að senda til okkar bestu kylfinga. Að við vitum að það er vel tekið á móti þessum kylfingum, en við viljum líka fá ákveðna formfestu, þannig að við séum ekki að stilla þessu þannig að kylfingur sé að höfkast í framkvæmdastjóra á miðri sumri með litlum fyrirvara, má ég spila má ég spila frítt, hvernig virkar þetta, við viljum reyna að hafa einhverja regla á sig. Við spurðum Danina þegar þau komu á golfþingi, framkvæmdastjóra danska sambandsins og þau tilkynntu okkur að landsliðskylfingar þar spila frítt ótakmarkað golf og geta skráð sig á sína velli. Þannig að ég vildi líka bara fá að heyra ykkar svona tilfinningu fyrir þessu og taka einhverju umræður þetta. Þorlákshöfn er dæmi golfklúbb sem hefur tekið rosalega vel á móti okkur og við vitum af áhuga frá fullt af klúbbum og heilt yfir eru alveg að fá frábæra móti okkur. Við viljum bara reyna að taka þetta kannski á þann stað að taka allt svona í burtu sem er eitthvað svona óljóst og við vitum að líka að krakkar 15, 16, 17 ára eru ólíkleg til að fara í gegnum þetta ferli nema þessi kynnt með mjög skýrum hætti og gert auðveldara fyrir það. Við erum kannski með landsliðsskilning sem er einn í sínum klúbbum og það eru aðrir félagar hans í öðrum klúbbum, tveir saman, viljum reyna að búa til hvata en þeir fara að spila með þeim og án þess að það sé mikið ástæða. Við vorum svona með þá tillögu allan að kylfingar gætu skráð sig og þannig virkar þetta í Þorlákshöfn, þau geta skráð sig á sama tíma og félagsmenn en við teljum að þetta séu alveg hverfandi rástíma, en þetta sé mikilvæg skilaboð til kylfingarna og muni skila betri árangur fyrir okkur. Þetta eru svona þau topic sem ég myndi vilja kasta til ykkar í umræðum og við myndum taka núna kannski svona 20 mínútur þar sem við myndum ræða þetta og ég fengi kannski einn fulltrúa frá hverjum hópi, skipta í 3 hópa til að bara koma og kynna með stuttum hætti í lokin hvað var rætt í hverjum hópi. Þannig að við svona séum kannski að tikka í þessi 2 box. Áður en við byrjum umræðuna, hvert er núverandi fyrirkomulag? Á landsliðsskylfingar ekki aðgengi að golfvelli? Þau fá GC-kort, þannig að þau greiða 3.500 fyrir hvert hring en geta skráð sig með einstaklisfyrirvara. Það er bara misjafnt eftir klúbbum. Misjafnt eftir klúbbum, já, ég þekki ekki alveg. Það er núverandi fyrirkomulag. En já, þannig að ég verð að labba á milli, þannig að það eru einhverjar spurningar, þá bara hendi því, en ég fæ kannski bara fremstu 2 borðir til að koma sem einn hópur og borð þar á eftir einn hópur og svo hópurinn aftast að borði einn hópur. Þannig að við getum bara dreift aðeins úr okkur og tekið smá umræður. Punktinir og fæ kannski einn með hverjum hópi til að koma upp og tala bara svona í mjög stuttum máli hvað fór fram á í spjallinu.
Viltu byrja á aðalhópnum? Axel, Já, hvað? ert þú hérna fulltrúinn? Já, ég er það. Komdu endilega í hópnum bara. Ég bara minni maður þegar ég glemur. Já, þið grípið hann í linni bara. Aðgengi landslýskilningar Pólverðu, landsins. Hljómur var svona að þetta væri ekki vandamál. Að þetta ætti að vera hægt að finna einhverja leið og kannski eins og við töluðum að bara kynna þetta dálítið vel fyrir þeim klúbbum kannski sem vilja taka þátt í þessu verkefni var svona fyrsta skrefið. Augljóslega þetta þurfa að vera eitthvað stífar reglur þetta eins og kannski aðalumræðan í okkur verður að vera geta allt á prime tíma og helgar og svoleiðis. Já, kannski eitthvað svona skipulagsferli sem tekið til og komið hugmynd bara með einfaldan lista í prósöpunum þá vantarlega fyrir þá klúbba sem vilja taka þátt í þessu og þetta eru kynningarnar sem eru í þessum hópi sem eiga að fá okkur sér díl eða bíl eða hvað þú kallar það. Það var svona helsta sem við ræddum í þessum partinn ef maður séu lengur. Nokkuð skoðað. Mjög skoðað. Aðgengi barna og unglinga á golfvöllum. Flestir, í okkar hópi eru með einhvers konar framtak að koma út á völl með annarkvort spilaæfingum, morgunspilaæfingum, mótaröðum. Þannig að það er að leggja alveg góður í þetta að reyna að koma á völl en kannski helsta sem við vorum að ræða að bara kenna þeim betur á kerfið. Eins og ég nefndi allan við þennan hóp að það eru fullt af meðlimir í klúbbanum okkar sem ná að spila yfir 100 hringi á sínu velli. Þeir eru alveg miklu rétt eins og þeir meðlimir skiljiðu og kannski þarf bara að kenna þeim meira betur á hvernig á að bóka rástíma og þeir eru að vera meira skipulega fram í tíma til þess að fá fleiri hringi yfir venjulega viku. Það er eins og ég segi þar, 3 áskorun og tækifærin, þá vorum við með, bara þetta, ég skrifaði þarna bara skipulagið fyrir krakkana og framtak sem við þjálfarnir getum gert meira er eitthvað að reyna að búa til meira skipulagar spilaæfingar á æfingatíma en þetta er það erfitt. En ég Keilir við getum mögulega kannski eitthvað skoðað sveinskotið eða eitthvað svoleiðis sko. Það þarf að gera með samtali við stjórn og klúbba í, framkvæmdastjóra í klúbbnum með einhverjum fyrirvara. Annars var ég það helsta hjá okkur. Robert, takk fyrir þetta. Það er eitthvað. Það er að vera bara Keilis fyrirlestur. Keilis góð ekki dag, þannig að dreifa mála hérna. Sælut sem ég Iris. Aðgengi landslýskilninga, bara svona ætti að vera eitthvað svona sjálfsagt fyrir þau að koma en gegn, það þarf að vera eitthvað svona ábyrgð og bara ekkert eitthvað ótakmarkað. Við vorum með tillögu með eitthvað svona 3 hringi á hverjum velli og ef þú afbókar hérna með stuttu fyrirvara það bara dettur það sá hringurinn er bara út alveg. Þannig að vorum að tala bara að krakkar kannski spila minna í svona veðrum og eru kannski duglega að afbóka sig þegar aðstæður eru ekki næs. Þannig að það væri, bara hver kylfingur í landsliði með einhverja ákveðna fjölda hringja á þeim golfvöllum sem vilja taka þátt. Með einhver listi og þá bara hægt að skrifa þetta niður á rauninni. Er ekki hægt að stilla þetta í golfbóls? Jú. Svona dæmi. Verður við eitthvað að klemma ykkur þetta? Nei, bara hvetja til að spila fleiri með. Já, og svo með það bara, þetta sé bara dreifa sér út allt. Hvetja til að spila í vondarverðinu. Já, akkurat. Aðgengi barna og unglinga á golfvöllum landsins, bara greinilega takmarkað sums staðar og betra annars staðar. Við allavega reynum að búa til rafstíma allavega eins og við Oddi, en eins og þau voru að segja, það eru 700 meðlimir þar á Sveinskotsvelli, það er kannski erfitt að koma að því, bara, þetta er svona erfiðara. Með númer 2 er aðeins erfiðari fyrst okkur heldur en númer 1. Þetta er alveg flóknara.
og þetta er svo mikið fjöldi og einmitt, þú veist, það þarf að fara að kenna þeim að spila golf út á golfvelli en það er dálítið erfitt að vera með 40 börn í einhvers konar gæða spilakennslu þannig að það þarf einhvern veginn að finna eitthvað átak. Við vorum að tala um eitthvað grænakort sem var talað um að bara í rauninni á svo sem líka við fullorðið fólk að bara ef þú þarf að fara út á golfvelli þá þarf það að fara í gegnum einhvers konar námskeið á netinu eða horfa á einhvern fyrirlestur eða eitthvað svona þannig að það þú ert búin að kynna þér það kannski að hvernig það er og hvernig maður á að vera og haga sig út á golfvelli og hvað á að gera og ekki gera. Það er að glemja fyrir núna. Áskoranir og tækifæri í barna- og unglingastarfi. Sko, það var eitthvað svona, ég held að umræða sem ég á hrappatölum einhvers staðar annars staðar frá með að ef að barn skráir sig til dæmis í bara sumaræfingastarf með 54 fólki mætt á 3 æfingar að það getur farið að skrá sig síðan í golf 14 á Bakkakoti með foreldra sem að kannski spila ekki golf og eitthvað svona að þú veist, þetta er svolítið svona það mætti alveg vera 52 eða 50 eða eitthvað svona þannig eða bara gullteigar allstaðar. Það var líka aðgengi. Já. Nú er ég örugglega á sama punktum. Við vorum að tala um að það er sniðugt að hafa gullteiga á öllum völlum til að býta fyrir leik hjá bara byrjendum og krakkarnir getur farið að spila stóru völlina. Það er reyna limit á forgjöflimit á stóru völlina. Það geta ekkert farið að lækka sig í forgjöf til að geta ekki þátt í GSI-mótorana. Þannig að, og líka bara mynd, þú veist, upp á leikræða að það eru allir klúbbmeðlimir, hvort sem það er börn eða fullorðnir, bara meðlimir um þetta punktakerfið að bara taka upp boltann þegar þú færð ekki punkt á holuna. Bara til að halda þessu uppi og bara ef þú ert með exi forgjöf að fara bara þangað á þá teiga. Áskoranir, þú veist, mér finnst, já, við vorum að tala um klúbbana bara sjálfa, eitthvað, þú veist, allavega eins og við þetta er bara, það eru fólk, við erum stundum bara fyrir gamla fólkinu okkar upp í Oddi til dæmis. En það þarf kannski að koma þetta er íþróttafélag þeirri menningu meira inn í alla klúbba bara yfir höfuð og bara að þetta sé viðurkennt og samþykkt af öllum og allir eru meðvitaðir um að þetta er íþróttafélag og það eru betur næfa íþróttir. Vorum við með það meira. Kannski kynna fyrir bara meðlumum klúbbana á hverju barn- og unglingastarfi. Já, einmitt. Kannski einn punktur á þessu. Áskoranir og tækifæri. Eins og hjá okkur hefur verið áskorun að komast í aðstöður bara til að vera með æfingar fyrir krakkarnir okkar. Já, og þetta var ekkert sem við rættum, ég var bara að hugsa um þetta núna. Ég fór inn í stjórnina bara með kynningu hvernig við getum minnkað kostnað þjálfara og líka hleypt almennum kylfingum meira út á æfingasvæðið með því að loka æfingasvæðinu okkar milli 4 og 7 og að æfingar myndu alfarið fara fram á þeim tíma þannig að við gætum bara verið með æfingar á þess að við samkeppni við almenna kylfingin sem var að koma eins og ímyndina sé rugl í básum að geta fengið bara eitthvað ákveðið svæði ákveðið tíma. Ég reiknaði út hvernig það myndi spara klúbbnum pening, kynnti það fyrir stjórninni og það var allt í einu komið grænt ljós á það. Þannig að geta reynt að hugsa í lausnum, kynna það fyrir stjórninni á þann hátt að þau græða það. Allir mjög duglegir að koma í hugmyndir og svona tillögur en að geta sýnt fram á eitthvað svona. Ég held að það geti hjálpað í þessari umræðu sem Brynjar var að tala við klúbbana að geta komið sterk inn og tækla þessar áskoranir og aðstöðuleysi, gert eitthvað svipað. Og það getur verið mismunandi á milli klúbba að finna út á stöðunum við mismunandi spurningum. En yfirleitt gott að vera með eitthvað á bakvið það þegar maður kemur inn. Við allavega í klúbbið þar sem það er þekkt að hefur verið þekkt að við fáum enga aðstöður og neitt að þá erum við allt í einu komið að æfingasvæði okkar enda á milli 4 og 7 á tíma sem allir vilja vera þessi við fáum samt að henda fólk í burtu til að vera með æfingar. Það getur verið. Ég held að þessu er búinn. Takk fyrir þetta. Það var síðan hópurinn.
Fyrsti punkturinn var náttúrulega bara, við vorum að hugsa, okkur finnst það ætti bara að vera sjálfsagt fyrir landsliðsskilninga að spila alls staðar frítt. En þá, þeir sem vilja taka þátt í að þetta sé takmarkað við 3 hringi á hverjum velli sem dæmi. Því ég held að þetta sé voðalega lítið hlutfall af ráðstöfunum sem þetta myndi actually taka. Allir þessi krakkar eru að spila í mótum, spila æfingarhringi, það væri 1 til 2 hringir í mánuði, myndi ég halda, sem færi á einhvern annan völl. Þannig að já, mér finnst það rosalega sjálfsagt að landsliðsskilningar spili bara frítt af því að þetta kostar náttúrulega 17 kall að spila. Það er rosalega fráhrindandi því og þurfa að spila golf til að vera betri. Punktur númer 2. Já. Þetta er náttúrulega bara aðstöðuleysi. Það er ekki til á golfvöllum. Ég veit ekki hvernig við eigum að leysa þetta nema að fá fleiri golfbólur bara á höfuðborgarsvæðið. Ég er að gleyma núna strákar til að baka með þessu. Við tölum aðeins líka daginn og nefndir þetta svo alls. Ég sé bara en nú erum við að reyna að fókusa á við bara íþróttastarf, íþróttafélög og okkur finnst mjög sérstakt að klúbbar kannski fólki golfveitur átjánverðir bara í nágrenni við höfuðborgarsvæðið geti sett sveitir í keppni í íþróttastarf golfklúbba en þurfi síðan ekki að skaffa völl fyrir önnur mót í staðinn. Okkur íþróttastjórn finnst bara mjög eðlilegt ef að klúbbar að senda bara leiknandi keppni og vera með sveitir að múfenni séu það að bjóða velli eða völl í staðinn. Við þannig bara tökum dæmi bara unglingamót í Öndranesi eða eitthvað svoleiðis. Öndranesi ætla að senda A-sveit og 50+sveit og 50 að setja náttúrulega pressu á það að betra að taka þátt í íþróttastarfi, þá þurfum við líka að taka þátt með því að bjóða upp á þau. Þetta er komið inn í reglugerð núna. Þetta er komið inn? Komið inn í reglugerð í sveitarfélagi. Ok, frábært. Þú þarft að skaffa völl árið segja að það næst á eftir. Mér finnst það frábært, og ég held að það er léttir út af því að við finnst okkar krakkar í að fá að kynnast stöðum í Borgarnesi og Tíðarbergi og Öndranesi og alveg saman sem gaman. Það fórum við í Tíðarbergi og þegar var tekið inn eins og sveitakeppni 1923. Þetta virðist svona verst á hver að stjórna, þannig að við grunum það í reglugerð. Þannig að krakkar okkar eða hverjir sem eru afreksmyndir frá kynnast fyrir öllum. Það er oft svona sama. Þurfum við klúbbar sem vilja gera vel og það að vilja ekki gera vel. Já, og líka bara eins og þau voru búin að nefna með að þetta eru íþróttafélög en við þurfum að markaðssetja þetta fyrir meðlimum og stjórnum bara að þetta sé ekki, verði ekki eitthvað svona country club á meðan þetta er eins og þetta er í dag. Það eru opinber félög held ég, flest allt og fá styrki frá GSI eða ekki. Já, sveitarfélögum, til þess að þetta sé rekið sem íþróttafélög og eru með íþróttastarf. Þannig að það er að passa upp á það. Það kannski fer líka inn í áskoranirnar og tækifærin. Áskoranirnar eru að það er ekki aðgengi fyrir krakka á golfvöllina. Við vitum það allir. Tækifæri, við vorum að hugsa eitthvað,
eins og með krakkar sem eru ekki í landsliðshópi, þú veist, það eru þau bara annaðhvort hér eða hér, skilur. Það væri hægt að vera með eitthvað kannski, við vorum að tala um eitthvað svona úrval eftir landshlutum, þannig að þú sért með allavega einhvern svona smá kröppugang upp í að vera landsliðsskilningur. Hæfileikamótin fyrir það yngri. Já, líka það. Sjáum í bara stóru mótreyningum, það er kannski 13-14 ára, það er kannski aðeins óvilt að vera í landsliðshópnum, að fá aðeins mjög hrifinn af starfi í GSI og það séu landsliðsþjálfarir einhverjir eða bara þjálfara klúbbana og það fáið kannski volum með Team Iceland eða eitthvað svoleiðis. Já, það er svona stærðarna, já, þú veist, ok, þetta er það sem ég á volum, það fáið kannski eina helgi árið eða tvær fyrir vetrartíma, það er óvægt. Það sem að við getum verið með hæfileikamótum, það sem að kannski hver klúbbur, það er bara allir andlótt, en hver klúbbur sendir 2 stráka sem er bara að ræða á tvær stelpur, þeir eru unga ennþá, en við sjáum fyrir okkur, ok, þess að sína einhverja þætti sem að gætu komið henni, þegar hún áfram, þannig að það rétt svona sem kynna starfið, eins og fyrir árið. Áður pæling. Jú, það stendur bara klálega til. Það er eitthvað af hlutum sem við vilja gera með markvissari hætti. Þannig að við höfum tekið svona hæfileikamótunar fyrir undanförnum árum. Það er okkur langar að gera þetta með svona markvissari hætti. Það er bara nákvæmlega sem við erum að stefna. Já, svo varum við einhverjar, þú veist, hugmyndir. Það er alltaf verið að láta börn hægt að keppa. Það væri hægt að ekki láta þau alveg hægt að keppa, vera með drive, pitch and putt, þú veist. Eitthvað svona undankeppni yfir sumarið sem að svo er úrslit eitthvað í kringum Íslandsmótsviku. Eitthvað svoleiðis væri hægt að gera. Það þarf ekki að vera 54 hólu golfmót út á velli í 30. Það er bara samt keppni. Er þetta ekki allt komið? Það er bara græðilegt. Þannig að það reyna að hleypa ykkur, við erum komið nokkra mínútur fram með, en bara takk fyrir frábæra fund og við munum reyna að vera duglegir að taka samtölu og við munum þetta sjást mikið í sumar en okkur langar rosalega mikið að reyna svona að aðeins dýpra í þetta þannig að við skiljum betur hvað þið eru að kljást við og við svona í sameiningu komum með kannski svona samstillta línu sem ég held að vilja hjálpa okkur. Því ég er alveg sammála eins og Birgir við tala með að koma með hlutina og selja þetta. Þetta er rosalega mikilvægt og ég finn þetta alveg svona, þegar maður hefur náð þessu þá hefur oft gengið mjög betur en ella. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við ræðum þetta og vinnum saman. En bara takk kærlega fyrir frábær hlut og við ykkur minna en bara takk fyrir.